Já, Jóhannes Karl, 3-1, virkilega sterkur sigur hérna heimavelli. Hvernig er svona þín fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara rosalega góð tilfinning og gaman að fylgjast með strákunum, koma inn í þetta verkefni. Þeir höfðu trú á þessu, þeir ætluðu sér að ná í þessu 3 stig og ég var náttúrulega bara virkilega ánægður með það því að umtalið okkur í sumar hefur náttúrulega ekkert verið gott en við höfum trú á því og við ætlum okkur að vera áfram í efstu deild á næsta ári og þetta var bara eitt skref í átt að því og það sem eins og ég segi, það sem ég var ánægður með var bara trúin og viljinn hjá strákunum og svo gæðin á köflum til þess að knýja fram hennar sigur í dag. Ég spurði Viktor að þessu líka í hvað fór landsleikjaliðið eiginlega? Þið komið vel gíraðir til leiks og eru það ekki að spila eins og botliðið? Nei, algjörlega. Við spurði að þessu fyrir leik líka. Við fórum bara í það að reyna að vinna bara í öllum þáttum leiksins sem við getum bætt okkur í. Þú veist, það er ekki eitthvað eitt sem hefur verið eitthvað afgerandi lélegt hjá okkur. Auðvitað höfum við verið oft verið klaufar og við getum varist betur. Við sýndum það í dag að við getum varist vel og við þurfum líka að leggja áherslu á það. Við þurfum að geta bætt pressun okkar, við þurfum að vera oftar þéttari í lágpressunni. Það er alveg atriði sem við þurfum að halda áfram að þróa og það er það sem landsleikjaliðið fór í. Vinnið hérna gríðarlega sterkar sigur á móti Leikni, eigið núna Fylki og Keflavík síðustu 2. Það eru einu stigi frá Fylki og 5 stigum eftir Háka. Bullandi von í þessu ennþá? Já, algjörlega. Við höfum talað það margoft að deildin var bara sett svona upp að þessi 3 leikir eru síðustu 3 leikirnir okkar og þessir spennandi leikir sem eru framundan 2 núna náttúrulega eru rosalega mikilvægir en við höfum bikarinn í millitíðinni, fáum svo Fylki í heimsókn og eins og í dag þá ætlum við okkur að vera grimmir og ákafir og sýna fólkinu okkar sem kom á völlin í dag og vonandi koma fleiri á völlin á móti Fylki að við erum með vilja og við erum með hjarta til þess að berjast fram að síðustu mínútu fyrir þeim stigum sem í boði og við ætlum okkur að vinna Fylki þegar þeir koma hérna og það verður ekkert auðvelt, það verður alveg hörku leikur eins og þessi leikur var í dag en við sýndum það að við getum haft yfirburði yfir öll lið hérna á heimavelli og við ætlum að reyna að fylgja þessu. Og þið sýnið það einmitt í leiðinni að þið eru hvergi nær hættir? Nei, alls ekki. Við eigum fullt inni. Það eru fullt af leikmönnum sem eiga helling inni og undirbúningstímabilið hjá okkur var, ekkert alveg eins og við hefðum viljað hafa það, þannig að menn eru að mínu mati margir hérna inn á sem voru hérna í dag og þeir sem voru á bekknum eru ennþá uppleið og það er jákvætt þegar að það er náttúrulega bikarævintýri framundan fyrir okkur, við getum komið okkur áfram í bikarnum, við getum, eins og segi, gert góða hluti hérna heima móti Fylki og svo tryggt okkur í efstu deild í síðasta leiknum móti Keflavík og svona í lok tímabils með menn á uppleið, menn sem að finna starta stöðugt betra form, þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli og það mun líka gefa okkur trú og fleyta okkur áfram inn í næstu vikur. Vítaspyrnudómur þegar Binni togar Viktor niður, hvernig sást þetta? Sko, mér fannst það bara klárt víti, hann togar hann klárlega niður og hann er aldrei að reyna við boltan, eina sem hann er að reyna að gera er að stoppa að Viktor komist í boltan og ég fannst þetta að vera hárrétt ákvörðun dómara leiksins því að Viktor hefði getað komist bara framfyrir hann og skalla bolta í netin en Binni hélt honum og það er ólöglegt í fótbolta.